Já, Óskar, 1-1 jafntefli á Kaplakrika, hvernig gerir þetta upp? Ég ger þetta upp svo leik sem við áttum að vinna. Við fáum færin til að vinna leikinn. Fjölmörg færi og stjórnum honum langstærsta hluta leiksins, þannig að leikur sem við eigum að klára. Við fannst mjög góðir, stærsti hluta leiksins. Við spiluðum okkar fótbolta, komum okkur í góða stöður á síðasta þriðjung og svo bara vantaði gamla hestlumuninn. Þú veist, þetta var stöngin út í dag. Tilfinningin kannski jafn súr og ef þið hefðu tapað leiknum svona Nei, alls ekki. Þú veist, við virðum alveg stigið í Kaplakrika. Þú veist, FH var ekki búið að tapa fyrir þennan leik í 7 leikjum í röð. Þú veist, maður halda hreinu í 3 leiki. Þú veist, eins og þeir vörðu markið sitt í seinna hálfleik, þá sér maður alveg akkur það er. Þú veist, þeir vörðu það af alvöru ástríðu og mjög virðingaverði ástríðu og krafti. Þannig að nei, við, þú veist, það lappar ekkert bara hérna bæinn og fer í Kaplakrika og tekur 3 stig. Þú veist, það hefði verið frábært. En maður færst yfirleitt ekki það sem maður vill. En nei, ég er ekkert, þú veist, það hefði verið miklu verið að tapa þessu leik. Það hefði verið alvöru högg. En jafntefli er bara öðruvísi og þú veist, eins og leikurinn þróast eins og við spiluðum og þá bara horfum maður í ákveða hlutina. Færa nýtt ekki vantarlega þér efst í huga, svona, hefðu líka klára leikinn bara í fyrri hálfleik? Já, við hefðum getað það og auðvitað er það stundum þannig að þegar þú klárar ekki, þó við höfum síðan fengið hellingafæri líka í seinni hálfleik, en auðvitað er það stundum þannig að þegar þú ert með mikla yfirburði, þú færð færi og þú getur eiginlega gengið frá leiknum, en þú gerir það ekki og þá áttu alltaf þetta hættu að lið komið tilbaka. Það yfirleitt er bara að liðin í bestu deildinni er bara þannig og þess eðlis að það kemur alltaf momentum með liðum. Móti hverju, það er efstarlið á móti neðstarliðinu eða hvernig sem það er, þá eiga alltaf sín augnablik í leikjum. Og þeir náðu þarna ágætis augnablikki svona miðbyggjarna svona rétt fyrir markið og þegar þeir skora markið og svo aðeins eftir það. Og þú veist, þá hefðum við náttúrulega, þú veist, þetta er eðlileg kringumstæður mátti vera búin að gera út en leik, gerum það ekki, fáum það í andlitið og það er lærdómur fólkin í því og það er samt rosa erfitt að kvarta yfir færi, við erum búin að skora 59 mörk í sumar, þú veist, tefla 4 mörk í leik, það er mikið frekja svona að kvarta yfir því eftir einn leik, þú veist, stundum er þetta bara stöngin út og við tökum það góða með okkur og mætum grimmir í Úlfarsárdal á mánudaginn. Galdur hefur komið inn á vinstri kanti, tilfinningin er svo að hann sé svona mikil hætta sem stafar á honum og hann er kannski einu marki frá því að komast einhvern veginn bara á stað. Já, hann er búinn að vera mjög flottur. Hann kemur inn þegar Ami fer og það svona passaði vel þegar Ami fór og þá var Galdur klár eftir löng meiðsli, kominn í toppform og hann er búinn að vera mjög flottur og þá bara eftir að verða betri og betri. Nú eru 17 dagar síðan þið kepptu síðasta leik. Hvernig nýttu tíman? Er þetta óþægilegt að fara í svona langt frí eða langa pásu? Nei, þetta hefur sína kosti og sína galla. Auðvitað, þú veist, þegar fríið kemur og þá erum við í býsna góðum takti. Þannig að sá takti var kannski aðeins brotinn upp en við náðum að þú veist, að hvíla okkur aðeins og fara aðeins frá KR-heimilinu og síðan æfðum við bara vel og mér fannst menn frekar fljótir að ná takti hérna í dag. Man hafði kannski maður aðeins svona spurningamerki, þú veist, hversu langa tíma tekur það fyrir okkur að koma okkur á stað eftir svona langt hlé en mér fannst við svara því vel í dag og þessi leikur er bara þess eðlis að ég labba bara inn í kvöldið og næstu daga bara með bros og vör og engar áhyggjur í heiminum. Einhverjir komnir, einhverjir farnir, verða einhverjar svona fleiri hreyfingar? Já, ég hef ekki vonað því. Ég hef vonað því að þessi hópur sem er hérna núna og var á skýrslu í dag muni ásamt fleiri ungum mönnum muni klára þetta mót. Og fram núna næst, hvað þurfa að gera til þess að vinna þann leik? Við þurfum bara að mæta með alvöru orku og hugrekki og keyra yfir þá. Það er það sem við þurfum að gera. Takk hérlega fyrir. Sömuleiðis.